fyrir þig, sjálfur vitið þér bræður, þetta er fyrsta versið, að koma vor til yðar varð ekki árangurslaus. Yður er kunnugt að við höfðum áður þolað illt og verið missynt í Filipi, en Guð gaf oss djörfung til að taka til yðar fagnaðarerindið Guðs. Þótt barátta væri mikil, boðum vor er ekki sprottin af villunni óhreinum höttum og við reynum ekki að blekkja neitt, en Guð hefur talið oss smaklega að trúa oss fyrir fagnaðarerindinu, því að það að við tölum ekki eins og þeir er þóknast viljamönnum, heldur Guði sem rannsakar hjörtu vor. Aldrei höfum við neinn smjaður yrði á vörum, það vitið þér, og ekki bjóð þar ásælni að baki. Nú ætla ég aðeins að stoppa lesturinn hér. Þeim var gefið fagnaðarerindið. Þetta áttu þeir inni. Og þetta er svo frábært þegar Páll leggur þetta fyrir Þessalónikumenn, að erindið sem þeir hafa fengið frá Guði almáttugum var fagnaðarerindið sem að þeir fengu á sínu tíma, einu sinni áttu ekki hlutdeild í því, svo eiga núna hlutdeild. Og Páll bendi þeim á að þeir fengu fagnaðarerindið, erindið sem að við erum með hér í Keflavík, það kom til þeirra í gegnum þrengingar, í gegnum erfiðleika. Hefur þú áttað þig á því að það sem mætir þér í lífinu, það er ekkert endilega alltaf voðalega sælt og gott og yndislegt. Það eru alls konar þrengingar og við fáum að mæta hinu og þessu, við fáum að taka afstöðu. Þrengingarnar, það er ýta svolítið við okkur sjálfum. Hvernig bregst ég við? Reiðist ég? Fer ég í fílu, stekk ég í felur, og ég hef tekið eftir því að þegar ég var strákur og við vorum saman í Betelsöfnunum í Vestmannaeyjum í gamla daga, að þá var mjög algengt að við fengum að heyra að við værum þarna. Það var aðkast, þetta gat komið upp í skólanum, með þess að kennararnir gátu tekið þátt í því, þetta var út á leikvelli, og svo þegar við fórum úr skólanum og vorum bara inn á bryggju og við strákarnir vorum bara að veiða, þá var ykkur það, já, hvernig hafið þið betelingarnir? Það var svona verið að koma með smá hnútur. Hvernig brugðuð við? Og ég lærði það mjög snemma. Ég kom til mömmu kvartandi og sagði, mamma, það er alltaf verið að stríða mig fyrir það að vera í Betel. Já, blessaðu góði, það er bara allt í himnalagi. Þeir stríða líka hinum sem er ekkert í Betel, sagði hún. Og þetta bara lauk upp augum mínum og ég fór að hlusta. Og ég bara tók eftir því, já, þú ert bara Þórspúki, þú ert Tíspúki, þá eru þið sitt hvoru íþróttafélaginu. Þannig að það var allstað það sem að mætti mönnum, það var eitthvað stríðni. Það var eitthvað aðfinnslur. Og mér fannst þetta mjög gott svar hjá móður minni að við fengjum bara stríðni og það er gott að fá stríðnina út af því að vera í Betel. En hún benti mér á, þér er bara falið það erindi að vera með fagnaðarerindi Jesú Krist og standa frammi fyrir því hvort sem að unglingarnir stríða þeir eða ekki. Og ég er búin að vera að kalla Snorri Betel síðan og það er bara ekkert strítt mér neitt. Mér finnst það bara að vera heiður og hrós og mér finnst það svo vænt það þegar Páll postuli er að skrifa Þessalónikumönnum, þá fer hann eiginlega inn í þetta mál með þeim og talar það við þá. Þetta er svo athyglisvert þegar hann segir, en Guð hefur talið oss smaklega til þess að trúa oss fyrir fagnaðarerindinu. Heyrirðu þann boðskap þig þegar er verið að koma með hnútur á þig? Tekur þetta svona vegna þess að þú átt Jesúm Krist að og þú trúir á hann, þá er verið að skjóta á þig hínu og þessu. Jesús Kristur frá Nasaret, hann eignaði sína lærisveina. Vitið hvað þeir voru kallaðir? Þeir fengu sína. Það kemur fram hjá Tertullianusi sem er saksóknari. Hann var að sækja mál á hendur Páli postola frammi fyrir Agrippa konungi. Hvað kallaði hann Pál?
Hann kallaði hann ýmsum nöfnum. Hann sagði að hann færi fyrir flokki Nasírea. Hvernig voru það? Nasírear tekið af orðinu Nasaret. Þannig að Jesús á Nasaret, hann eignaðist lærisveina sem voru kallaði Nasírear, og það bara mjög gott vegna þess að það þýðir hinn heilagi staðir, heilagir menn. Ekki bara ágætt að fá þann stimpil á sig? Við sem fylgjum fagnaðerindinu, okkur trúað fyrir því vegna þess að við sjáum að við fáum að reyna ýmislegt sem Biblían að tala við okkur. Og þetta svo frábært þegar hann segir þetta með okkur. En Guð hefur talið oss maklega til þess að trúa oss fyrir fagnaðerindinu, því að það að við tölum ekki einungis eins og þeir, þóknast vilja mönnum, heldur Guði sem rannsakar hjörtu vor. Og þetta svo athyglisvert hvaða upplýsingar hann að gefa okkur í kringum þetta. Þegar við erum trúarina megin og þú trúir því að orðið frá Guði komið, þá tekur mark á því. Því það náttúrulega, ég held að allir menn séu í þeim sporum að þeir eru gjarnan að spyrja Guð, hvað á ég að gera í dag? Guð, hvað ertu? Guð, hvað á ég að segja? Því sem eru á vinnustöðum og það verður að þrengja að ykkur, ekki að spyrja Guð, hvernig ég að svara? Hvernig ég að bregðast við? Guð, hvernig get ég sýnt það núna að ég með hendur í vösum og ég ætla ekki að kýla, ég ætla að vera bara stilltur og rólegur, en rosalega ég reiður. Það ekki þannig að við erum oft bara, við þurfum að slappa af? Guð leggur ykkur orð í munn, hann gefur ykkur svar og þið bara viti ekki hverju á að svara. Ég var staddur í stýrimannaskólanum í Vestmannum einu sinni, skemmtileg strákar sem voru að kenna það. Þeir voru alltaf að reyna að fá ykkur umræðu í gang trúmál. Svo segir eitt svona við mig, þá komu fréttir í heimsfréttunum hana Dolly, rolluna sem var klónuð, og þeir voru komið með fullorðna rollu sem var eiginlega 14-15 ára gömul. Því að hún sé lamb, hún fættist gömul. Já, nóg með það. Nema þá segir eitt svona við mig, Snorri, væri ekki hægt að klóna Jesúm Krist? Hvernig þýtti það að gera svoleiðis? Svo ég var bara undirbúið kennsluna og segi, já, viltu hafa þá 2? Dugir ekki þessi eini sem að þú ræður ekkert við? Og strákarnir í bekknum fóru að hlæja, og ég vissi ekki að þetta hefði nein áhrif, en það var eitt sem sagði mér mörgum árum síðar, rosalega svaraði honum flott, hann sagði ekki orð í marga tíma á eftir. En stundum það þannig að við erum með erindi sem menn vil ekki taka móti. Og Þessalóningu menn, þeir vissu Pál. Þeir þekktu í hver hann hafið gengið. Og ef við förum aðeins inn í söguna, af hverju Þessalóningu menn voru svona teknir út úr og fengu það að vera trúa fyrir fagnaðar erindinu. Þessu stórkostlega erindi, og þið viti það bara svona í framhjálplaupi, fagnaðar erindi, það nær til þessa lífs og næsta. Amen. Það ekki búið við dauðan. Það fylgir eftir. Og það alveg stórmerkilegt, við vorum að syngja hérna sálm áðan, þegar Sigurbjörn Sveinsson, skáld og kennari í Vestmannum, samdi þennan sálm, þeirri stundu aldrei gleymi, þrjósku mína fyrst ég sá, og svo framvegis. Þá var hann búinn að vera á hjálpræðishernum, hann var kennari í Vestmannum, hann hafði verið á Ísafirði, og hann kom hvað þetta annað á samkomin í Betel. Hann á fullt af sálmum í hörpustrengjum, hann þýddi það fyrir okkur, mjög góður þýðandi. Þetta eini maðurinn sem hefur gröf í Vestmannum, þar sem að myndastytta yfir. Hann samdi barnasögur og gerði ýmislegt gott, og hann var þekktur í Eyjum, spilaði á fiðlu. Hann var kom með fiðluna í bekkinn til sem var að kenna og fékk krakkana til að syngja. Hann var algjör listamaður, en hann var mjög orðhagur og bjó til fullt af góðum ljóðum. Yndislega Eyja mín, ógætt út morgun fögur. Það var alltaf jarðaför í Vestmannum, öðru sinna að vera að syngja eftir Sigurbjörn Sveinsson. Og það bara út af því að menn hrífast af eyjunum. En vitið þið, hann var einn af þeim sem kom til ömmu minnar á Arnarhóli,
og hann vildi endilega fá að biðja með henni. Og svo ef hún talaði tungum, þá sagði hann, ég heyrði rödd. Ég heyrði rödd. Og þetta var hluti af því sem að vakti áhuga hans á fagnaðarerindinu sem hann lærði í hjálpræðishernum, flutti til Vestmannaeyja og hann íhugaði samdi sálma og þetta breytti stöðu hans. Þessi maður þráði það að eignast heilagan anda og heyra rödd heilags anda í sér. Svo líður sagan og nú við, hann löngu farinn, ég efast að þegar við nokkurn meila heyrt þennan mann, en hann ekki samt út dauður vegna þess að hann fylgir sögu fagnaðarerindisins á Íslandi með sálmum og lofsöngum og andlegum ljóðum. Og það hluti af því sem við erum með hér, okkur hefur falinn þessi trúnaður. Þú og ég, við eigum hlutdeild í fagnaðarerindinu. Þið sammála? Og skoðum hvers vegna Páll postuli segir þetta við Þessalónikumenn. Förum í Postulasöguna. Það 16. kapítul í Postulasögunar. Mér finnst alveg dásamlegt að geta rakið söguna á þennan hátt. Þá byrjum við það sem Páll postuli í Makedóníu. 16. kapítuli og það 8. versið. Páll postuli stendur eiginlega á tímamótum og við getum séð að þetta maðurinn sem var falinn trúnaður að flytja fagnaðarerindið út allan heim. Hann í Makedóníu og það kemur í ljós að þeir fóru Fríkíu, 8. versið, og Galataland, þá í Tyrklandi, því að heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Það var einhver breyting á að Páli sem var falið fagnaðarerindið, hann gat ekki talað það í Asíu eða í Tyrklandi. Og hvaða hindrun var þetta í gangi? Jú, hann sagði heilagur andi varna honum að tala. Var verið að segja honum upp? Var hann hættur? Nei, ekki aldeilis, svo kemur sagan. En þeir voru komnir í Mísíu, sendu þeir og reyndu þeir að fara til Bíþíníu, en andi Jesú leyfði það eigi. Og takið eftir, heilagur andi og andi Jesú, það einn og sami andinn. Þeir að tala saman og bara hann réði ferðinni. Páll postuli, hann var ekki lengur maður sem sagði bara ég vil gera þetta, ég vil gera hitt. Nákvæmlega sama og Alfons var að lesa fyrir okkur í Hebreabréfinu. Þetta spurningin hlýðni. Þetta spurningin að Guð fá að leiða þig og taka í höndina og senda þig þangað þar sem þú átt að boða fagnaðarerindið. Og við erum að tala lýðræði og við erum að hafa lýðræði og ráða svolítið miklu, en í fagnaðarerindi Jesú Krist þá erum við að tala Guðræði. Guð ræður. Þess vegna segir hann, allt vald mér gefið, bæði á himnu og jörðu. Hefur hann vald yfir þínu lífi? Ertu búin að hleypa honum inn? Ertu búin að beygja þig undir hann? Ertu búin að viðurkenna vald hans sem hefur vald á himnu og jörðu, en hann má ekki ráða hjá þér? Sjáu hvernig maðurinn getur verið. Við getum verið svo öfugsnúin. En við höldum áfram sögunni og þá kemur að því. Þeir fóru Mísíu, komu niður til Tróas og Tróas, það er skemmtilegu borg, mjög söguleg. Það eiginlega borgin þar sem að fyrsta heimsstyrjöldin átti sér stað. Það er svolítið merkilegt að það voru Grikkir og Tyrkir og alls konar þjóðir sem komu að vegna hennar helenu miklu. Og það var baráttan í Tróas. Nema, svo gerist það. Nóttina birtist Páli sýn. Maður nokkur makedónskur stóð hjá honum og bað hann koma yfir til Makedóníu, hjálpa oss. Jafn skjótt og hann hafði séð þessa sýn, leituðu færis að koma til Makedóníu, þar sem við skildum að Guð hefði kallað oss til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Takk fyrir. Það kemur kall til þeirra, farið nú til Evrópu og við þetta kall þá breytist sagan að fagnaðarerindið kemur til Evrópu. Það hafði áður farið til Afríku, því að eþíópski hirðmaðurinn sem var að lesa í vagninum, Filippus kom til hans og svo þegar hann fór, hvert fór hann með fagnaðarerindið? Alla Afríku.
Og við erum með eina frá Eþíópíu á meðal okkar sem dásamlegt að hafa. Hún systirinn sem Filippus talaði við og flutti fagnaðarerindið. Þannig keðjan. Nú fagnaðarerindið komið gegnum Eþíópíu líka hingað. Það gott að hafa hana Mörtu á meðal okkar. Því þetta sönnun þess að fagnaðarerindið það kom á yfirnáttúrulegan hátt bæði til Afríku og til Evrópu. Og Páll, þegar hann sá sýnina af makedónska manninum, þá var hann ekkert að athuga hvort hann þyrfti að kaupa farseðil eða eitthvað þess að það. Það bara strax morguninn eftir þegar hann vakna. Þá var bara allt sett í gang. Nú förum við til Evrópu. Heilagur andi sem hafði varð honum að tala í Asíu, opnaði núna á að tala í Evrópu. Hvernig líst þér á? Hvað hann að opna fyrir þig? Hvað kall Guðs í þínu lífi? Hvað þessi löngu hjá þér, eins og segir Guð, hvað viltu að ég segi sögun af þér? Fagnaðarerindið svo stórkostleg saga, það fæðingu Jesú. Það kennslu Jesú. Það þjáningar og þrengingar Jesú. Það dauða Jesú. Það upprisu Jesú. Það uppstigningu Jesú sem við ætlum að minnast á fimmtudaginn. Það úthelling heilags anda. Það vonina sem hann að gefa okkur og þessum heimi til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Við að tala þetta stórkostlega orð frá himnum komið sem gerir það verkum að við undir áhrifum heiminsins. Við vitum hvað gerist. Og með þess að fagnaðarerindið, það hefur þau áhrif á huga þinn og hjarta að þú verður þess áskynja. Hvað að taka við? Hvað að gerast? Og þú har bara sumir sem segja við þig, getur þú ráðið drauma? Getur þú lesið hugsanir? Menn hafa sagt við annan, heyrðu, ég veit hvað þetta hugsa. Og þeir bara hafa lesið hugsanirna þeirra. Já, við höfum ráðið drauma. Guð tala til okkar í draumum og í nætur sínum og við fáum fyrir náð drottins að heyra hvað Guð að segja. Fagnaðarerindið var Þessalónikumönnum gefið vegna þessara kraftaverka sem átti stað að hann sér makedónska mannin koma og tala til sín. Svo kemur sagan af fangelsinu í Filippi. Þið vitið, þeir komu þangað og Pál postuli, hann verður þeirra náðar aðnjótandi að honum hent inn í fangelsi og þeir fara að lofa drottinn. Þeir hefðu betur sleppt í að henda inn í fangelsi því að þegar Guð greip inn í þá var fangelsið ónothæft eftir það. Það hefur ekki verið hægt að loka fanga inn í fangelsinu í Filippi í 2000 ár. Svo þetta var dýrmistök hjá rómanska hershöfðingjanum en honum til lífs. Þeir flúðu ekki. Og þessu gerðu sjálfur ekkert mein. Kallinn hann ætlaði bara að gera það sem svo margir Íslendingar vanir að gera núna. Láta sig falla á sverðið. Þeir halda það sé lausnin að svipta sig lífi. En vitið þið, Guð með annan tilboð. Að þú sviftið ekki lífi, heldur þú gangir fagnaðarerindinu á hönd. Fagnaðarerindið, það mun fylgja þér í gegnum þetta líf þó að séu þjáningar og þrengingar. En það mun veita þér von. Það mun ekki skilja þig eftir munaðarlausan. Það mun hjálpa þér á þeim tíma þegar verst gegnir og engin svör þá himinin með. Og það svo dásamlegt að hafa þetta fagnaðarerindi yfir okkur og með okkur. Páll veit hvað hann að segja við Þessalónikumenn. Svo þegar hann laus úr fangelsinu í Filippi, hann búið að rústa því, þá kemur næst að hann fer til Þessalóniku. Og sjáu í 17. kapítuli Apostolasögunnar. Í Þessalóniku þá gerist það sem að þið sjáið að Páli, hún var líka útýst. Hann þó að verið kominn með fagnaðarinn til Evrópu, þá voru ekki allir sem fagnuðu honum. Það voru ekki allir ánægðir. Og sjáu þetta athyglisvert að við sjáum í fara með ykkur í 9. versið, ekki 7. versið. En þegar þið fundu þá ekki, drógu þeir Jason og nokkra bræður fyrir borgarstjóran og hrópuðu, mennirnir sem komin hafa allir heimsbyggðinni í uppnám. Þetta voru friðarbóðar, þeir voru með fagnaðarerindi,
Þeir komu bara öllu í uppnám. Hvernig þetta með þig? Það er alltaf vitlaust þegar þú kemur. Er stundum sagt þegar maður kemur inn í hóp og maður segir eitthvað sem að hópurinn styggist við og þau bara, hvað er þetta að segja? Hvað ertu bara að gera alltaf vitlaust hérna? Það var oft og iðulega á kennarastofu að það fengu ýmsir, það risu hárin upp á ýmsum. Það voru ekki allir sáttir og vinalegir af því maður sagði eitthvað, en fagnaðarerindið þurfti að heyrast. Og fagnaðarerindið, það er ekki bara sælu boðorðin, það er líka hlýddu, gerðu, vertu auðmjúkum. Auðmjúkum veitir að ná, skiljiði. Og mér er svona athyglisvert að fara inn í þetta vegna þess að þetta skiptir máli allavega fyrir mig. Ég hugsa þetta svona og til þess að þið sjáu hvað þetta er merkilegt á ég að fara með ykkur í 17. kapitulan. Ég ætla að fara líka í 8. versi hérna. Það sem er sagt, og Jason hefur tekið á móti þeim. Allir þessi breyta gegn boðum keisarans því þeir segja annars er konungur, það sé Jesús. Og þeir vöktu óhug með fólkinu og einnig borgarstjóranum með þessum orðum. Sjáðu hvernig pólitíska rétthugsunin var á þessum tíma. Keisarinn var að vera Guð. Og þegar þeir segja hann er engin Guð, hann er bara keisari, en Jesús Kristur er Guð. Þá allt í einu styggist Rómaveldið og almenningur í Filipi og Þessalóníku, þeir bara veit ekki hvernig þeir eiga að bregðast við. Hvað gerist á Íslandi þegar við stígum fram og við segjum við Íslendingin, þú verður að beygja þig undir Krist. Það er Kristus sem er stjórnandi alheimsins. Hann hefur stjórnun á himni og á jörðu. Hvernig er að fá hann til þess að stjórna á Íslandi? Og heyriði hvað þetta er merkilegt? Við heyrum allstaðar, það vilja allir fá frið í heiminum. Þeir vilja frið í Úkraínu. Þeir vilja frið í Ísrael, þeim finnst gyðingarnir vondir og Gazabúarnir vera aðþrengdir og það er farið illa með þá. Það er bara verið að drepa konur og börn, þið vitið. Hvað kostar fríður á þessum stöðum? Biblían segir að það verið aðeins einu sinni fríður. Það er þegar Jesús Kristur kemur. Hann er fríðarhöfðinginn. Ef hann er fríðarhöfðinginn og menn vilja fríð, er ekki eðlilegt að Íslendingar taki við fríðarhöfðingjanum og verði fríðarsinnar í nafni Jesú Krist. Að Jesús fái að vera okkar fríður. Hann er þessi himneski fríður sem á erindi til okkar. Ég ætla aðeins að fá að breyta og fara með ykkur inn í Kórinthubréfi núna. Komið með mér þangað það sem er í öðrum Kórinthubréfi. Það er svolítið merkilegur kafli. 4. kapitulinn í öðru Kórinthubréfi og þá er ég að fara með ykkur með Pál postula, hvernig hann tala bæði við Þessalóníkumenn, hvað hann kendi og hvað hann er að kenna í Kórinthu. Og þá segir hann við okkur í 4. kapitulunum og vitið að þetta er ögrun til okkar allra. Þetta er ögrandi boðskapi fyrir okkur. Hvers vegna? Hann segir við okkur, með því að við höfum þess að þjónast á hendi fyrir miskunn Guðs, þá látum við ekki hugfallast. Bræður og systur, engan gunguskap, engan skræfuhátt. Við látum ekki hugfallast. Það getur vel verið að það rísi upp alls konar bylgjur og mótmæli. Já. Við höfum ekkert endilega sloppið við það. En við sýnum bara hugaró og við látum ekki hugfallast. Svo segir hann, við höfnum allri skammalegri launung. Við framgöngum ekki með fláttskap né fölsum Guðs orð. Það þýðir með öðrum orðum, ég tala ekki endilega til þess að þið líki hvað ég er að segja. Ég tala ekki endilega til þess að kitla eyru þín og við séum svona ánægð og förum upp í kaffi og séum rosalega skemmtilegu brandari sem þú sagði. Þú heyrir það, við erum ekki að segja mikið að bröndunum hér. Við erum að tala til okkar orð sem á erindi í hug okkar og hjarta okkar til að gera okkur að mönnum sem Guð ætlar að nota vegna þess að hann hefur falið okkur fagnaðar erindið. Það er boðskapurinn sem á að fara ómengaður frá okkur. Og þegar við erum rétt stemd með rétt hugafar,
þá okkur trúað fyrir fagnaðarerindi Jesú Krist. Engar gungur, engin hræðsla og ekki kitlandi orð, ekki bara þetta Jesús elskar og svo framvegis. Nei, Jesús hann dæmir líka. Jesús hann tekur og hann bjargar. Og ég hef verið í björgunarsveit og það var þannig hjá okkur. Við lærðum ákveðin tök að þegar manneskja var í hættu, þá var hann ekkert endilega spurð, má ég taka hérna á þér eða má ég halda svona á þér. Hún var þrifin upp úr ógöngunum. Og við heyrðum stundum í þeim, þegar var að taka þá upp. Og jafnvel þegar var að draga þá í stólum, við vorum að draga þá úr skipi sem var að farast og það var ekki verið að hugsa hvort að alda væri að koma að fara, það var bara drifið strax í land og menn fóru að bóla kafi í ölduna. Það var enginn sem sagði, fyrirgeðu hvað ég fór nú hranalega með þig. Það þurfti að bjarga. Og það það sem okkar hlutverk í þessu söfnuði. Við erum að tala fagnaðarerindi til björgunar, þeim sem eru að glatast. Þeir eru í öldurótinu og það ekkert að semja við öldurnar. Þú verður að ná þeim í burtu. Og það syndin sem við sjáum hvað sem að gerast. Hún að eyðileggja íslenskt samfélag. Hún eyðileggur með þess að ríkisstjórnina. Hún eyðileggur alþingi. Þeir setja ykkur lög og reglur og þá þolar ekki menn eins og úlfar sem ætla bara að fara eftir lögum og reglum. Og þeim bara sagt upp. Hvað í gangi? Það þarf ákveð orð. Það þarf ákveðna menn sem að þora að tala og segja vegna þess að líf okkar liggur við. Og þegar Páll postuli talar svona til Kórinthumanna, þá veit hann að þeir fara ekki með fláttskap eða falsa Guðs orð. Þeir eru að segja mönnum sannleikann. Þeir í Þessalóníku heyrðu það og frelsuðust. Þeir í Kórinthu heyrðu það og frelsuðust. Við á Íslandi þurfum að heyra þetta og frelsast. Til þess kom Jesús Kristur í þennan heim. Ég ætla aðeins að ljúka á einu orði. Komdu með mér í 3. kapitulan. Það kveðja Páls postula til þín og mín líka. 3. kapitulin, annað vers. Og það segir svo í 3. kapitulanum, af því að fagnaðarerindið, það sýnir kraft sinn í okkur. Þá segir hann, erum við nú aftur teknir að mæla með sjálfum oss? Eða myndum við þurfa eins og sumir meðmæla bréf til yðar eða frá yður? Þér eruð vort bréf. Þér eruð vort bréf. Þekkt og lesið af öllum. Það ekki? Ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Þér sýnir ljóslega að þér eruð bréf Krists sem við höfum unnið að, ekki skrifa með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Ekki á steinspjöld, heldur á hjartaspjöld úr holdi. Hvað mótar okkur? Þetta orð. Hvað kemur skoðunum okkar af stað? Þetta orð. Hvað það sem okkur til bjargar? Þessalóníkumenn, Keflvíkingar, Íslendingar? Þetta orð. Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir. Og hættiði þá að bera það fram að menn geti stunda jóga og Jesú. Hafiði hreina línur, bara hver sem á hann trúir, eignist eilíft líf. Og það ekki verið að spyrja ykkur barnaskírn. Það ekki verið að tefla fram fermingu. Það ekki verið að tefla fram einhvern trúar athöfnum sem á vegum hvort sem þjóðkirkja eða ykkur frjálsara safnaða. Það verið að tefla fram því orði sem mótar hugafar okkar og hjörtu, sem mótar söfnuna í kærleika, sem mótar okkur í það að þegar við erum að berjast trúarinn á góðu baráttu, þá stöndum við saman, við þökkum Guði fyrir hann með okkur, við vitum að við eigum sigur og það sama hvað okkur mætir, Jesús gerist í dýrlegan með fagnaðarerindi sínu. Amen. Ekki ágætt að ljúka hér. Ég sé að Kitty ánægð, nú þarf ekki að túlka meira. Stöndum við gerið svo vel, vinir. Því sem viljið þá fyrir í bæn. Gjörið svo vel, bara. Þið með ráða því hvort þið rétt upp hendið að koma enda fram.
Mér langar til þess að ég fá að biðja fyrir ykkur öllum og sískinni að djörfung heilags anda sé yfir okkur öllum. Amen. Til sem við komum fram, gjörðu svo vel. Drottinn minn. Þakka fyrir að í þínu nafni þá megum við ljúka þessari ræðu og þessari predikun að biðja fyrir öllum þeim sem í okkur heyra. Gefðu þeim þína náð. Drottinn vitjaðu þeirra elskaði Herra. Leyfðu heilögum anda grípa í hjörtu þeirra, opna augu þeirra, Drottinn minn, og ljúka upp eyrunum, svo við bæði sjáum þig og heyrum. Drottinn, að við virðum orðið sem framgengið hefur af Guðs munni, orðið sem skapaði himinn og jörð, orðið sem við erum sköpuð eftir, og það ræður lögmálu náttúruna, Drottinn minn. Orðinu sem segir við okkur að lífið á framhald. Drottinn, þetta er ekki búið eftir dauðan. Við fáum að vera erfingjar eilífs lífs. Leyfðu okkur, Drottinn, að taka við fagnaðarerindið þínu feginsamlega, og ef ykkur að þjáningar eða þrautir mæta okkur, að þá megum við hvíla á orðið þínu, vera harla örugg vegna þess að við treystum því og við vitum að þú munt vel fyrir sjá. Í Jesú nafni. Amen. Sískinni, Drottinn bless ykkur og varviti. Og megi Guðs ásjóna lýsa yfir ykkur og sé yfir ykkur og gefi sinn frið. Megi auglít hans sannarlega vera yfir ykkur og með ykkur í Jesú nafni. Amen. Ég er svona að blanda saman blessuna orðunum og bæn Arons. Þetta er elsta bæn sem þeir hafa fundið. Þeir opnuðu gröf ekki alls fyrir löngu í Ísrael og þeir vita að það var gröf ykkur prests í Gamla testamentinu og þar funduðu litla silfurplötu. Og hún var pússuð og fægð og þá sáðu það var ritað á hana og það var bæn Arons. Drottinn blessi þig og varviti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplýtti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Þetta var bænin sem presturinn fékk með sér í gröfina. Þetta er bænin sem þið megið fá að fara með ykkur og vitið Guð heldur í hendin ykkar. Hann er alls ekki búinn að sleppa ykkur. Þakkiði Guði fyrir það að þið eru hluti að fagna í rendinu. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty minn. Bara syngja eitt kóralókum.